byrjum að útskýra fyrir ykkur hvað tíðni og hvað spóla og kollakolli. Tíðni, F, því frequency á ensku, við notum stafinn F fyrir tíðni. Og þetta tíðni og einingin hertz og gefið upp í hásettu. Hérna svona mynd af svona segulstáli með norðurskauti og suðurskauti, hér spóla og hér ljósopera. Þegar spólan fer hérna niður, þá spanast upp í spólinni mynda segulsvið hérna inn í spólinni sem ýtir rafeindunum sem hinga niður. Síðan þegar suðurskauti kemur hérna og fer hérna niður í svona átt, að þá snýr segulsviðið við í spólinni og rafmagn fer í hina áttina. Og þetta teikna, þetta hér tímaásinn, hér T. Hér T og þetta hérna þá bara spennan hérna, U, og hún verður svona plús þegar að norðurskauti fer hérna niður, þá hérna í miðjunni það hæsta spennan, plús hérna, og svo þegar segulsviðið svona, þá engistraumur í rásinni, það 0, og svo kemur græni hérna niður í sömu átt, og þá snýst átturinn við, og það kemur mínus. Við verðum hérna fram og tilbaka, hérna hann verður hérna niður, og svo fer hann hérna upp. Og hérna í núlinu engin straumur. Þetta reiðspenna. Straumur sem fyrir fram og tilbaka, teiknar svona hérna upp og svo engin straumur og svo hérna áttina. Þetta svona eins og upp í Sigöldu og Búrfelli, þetta rafmagn sem búið til fyrir Reykjavík og við erum með 20, þetta heilbylgja. Hér byrjar bylgjan að fara upp, við erum niður og hér byrjar aftur að fara upp. Þetta heilbylgja, 1 plushluti og 1 mínusluti. Tíminn sem þetta tekur upp í Búrfelli 20 millisekundur. Sem því að þá fáum við 50 svona bylgjur á sekundu, þetta er kallað 50 Hz. Öll Reykjavík með svona rafmagn 50 Hz. Svo til önnur tegund af tíðni og það sem sagt svona bara tíðnigjafi, einhver kassi, einhvern tökum á og þetta er gefið allavega tíðni. Til að útskýra þetta, þá hérna svona kall og hér svona viðnám og hérna pluss 10 volt hérna uppi, bara batteri og hér mínus 10 volt hérna niðri og miðjan hérna tengt í jarðar. Hér svona vírar sem undir þetta. Hér það rauða sleikja sem snertir vírana. Þegar við fyrir upp hérna, þá fáið hér vírin hérna, hér spennan á vírnum, þá fáið 10 volt. Svo farið með hérna niður, kannski 5 volt hérna, og hér miðjunni 0 volt, og svo mínus 5 volt og mínus 10 volt. Þannig að ef maður fer með þessa sleikju hægt og rólega hérna upp og niður, þá fáið hérna pluss 10 volt og enga spennu og svo mínus 10 volt og svona kvöldi. Ef það fer með hérna hratt, þá fáið miklu hraðari bylgju. Þetta er kallað hátíðni, margar bylgjur, og lágtíðni eru fáar bylgjur. Og þetta er mælt í fjölda bylgju á sekundu. Tökum bara dæmi, 2000 Hz. Svona. Þetta eru 2000 svona heilbylgjur á sekundu. Og þetta væri skrifað þá 2K Hz. K er 1000, 2000 Hz væri skrifað svona. Þetta er svona aðeins tíðni, hvernig tíðni og hvaða orð við notum og hvernig hún mæld og hvað þetta Já, aðeins spólu. Þetta hér spóla, strikið hér kjarninn, stundum verða með kjarna, stundum án kjarna. L, þetta fyrir spólu og þeir eru getnar upp í Henry. Þessi spóla hérna gefur okkur náttúrulega 42 millihenry. Hér tíðnigjafi, hann gefur 2000 heilbylgjur á sekundu hérna út. F er 2000 Hz, eða 2 kHz. Þegar að straumur í spólu fer sem sagt hérna sem bara niður, þá myndast þetta norðurskaut, suðurskaut. Svo snýst hann við og fer upp og þá er segulsviðið áfram í spólunni, það þarf að byrja að snúa segulsviðinu við hérna og þetta tekur tíma og við sjáum þetta sem viðnám í spólunni. Hún er lögð að vinna og hún er svo þrenging og hún tefur rafmagnið. Þetta er hæging á öllu ferlinu og þetta köllum við riðstraumsviðnám. Spóla heit alltaf L og mælieiningin hvað spana mikið segulsviðar hvað eru hægar, það er gefið upp í Henry og stafurinn H og það heitir spanstöðull á íslensku. Henry hérna, þetta er spanstöðull. Ef við notum bara Henry, hvað eru mörg Henry spólan, það þýðir bara hvað er mikið segulsvið sem myndast í henni. Og þetta riðstraumsviðnám í henni, þetta er XL, riðstraumsviðnám, riðstraumsviðnám, það er jafnt á XL. XL þýðir riðstraumsviðnám, L er spóla, riðstraumsviðnám spólu. Ef þetta verið C hérna, þá verður riðstraumsviðnám þéttis og það er líka notað. Það er tveir
sinnum pi, sinnum tíðnin, sinnum henryin. Hérna 2 sinnum pi, sinnum 2 sinnum 0,042 henry, þess að 42 millihenry er þetta hérna. Út af þessu fáum við 527 ohm. Við þessa tíðni, 2000 rið, þá er þessi spóla hérna jafnt á 527 ohm. Þetta er tvöfaldi tíðnina. Ég sé að þetta er margfeldilegur. Ef þetta tvöfaldast ykkur tala hérna, þá fyrir tvöfald hverja út. Þá fengið þið, þú veist, 1054 ohm hérna. Og svo ef þið lækkið tíðnina niður, þá fáið þið lægri ohm. Þannig að reiðstöðunarsviðna spólu XL er 2 sinnum pi, sinnum tíðnin, sinnum henryin. Þetta þurfum við að nota. Í spólanum og þessum filterum, þá þurfum við alltaf að reikna út XL-ið. Þetta er svona aðeins það hvað það er. Ok? Nú skulum við kíkja á, þegar bætum við það viðnámi hérna við. Þegar viðnámi er bætt í rásina hérna, í raðtengingu, þá getum við fundið út við hvaða tíðni spólan er með sama viðnám og viðnámið. Þetta heitir marktíðni. Og stafurinn, þá notum við þetta hérna FO eða F0. Og marktíðni er jafnt og viðnámið R hérna, deilt með 2 sinnum pi sinnum henryin á spólunni. Bara svona, og þá hérna út 8336 Hz. Við þessa tíðni sem kemur hér út, 8336 Hz, hér, með þetta burtu, þá væri þessi rás þannig að þetta viðnám hérna hér í, það væri þá, ef við tökum bara þessi viðnám hérna, þetta viðnám hér, þetta viðnám hér, nú varum við bæði 2,2 kOhm. Þetta er L-ið hérna, eða X-ið og þetta er R-ið hér. Nú er spólan hérna, við þessa tíðni, sem er marktíðnin, þá er hún jafnmörg ohm og viðnámið hér. Og marktíðni er sem sagt þetta FO og hér, þannig að nú höfum við bæst við þessi, það er að segja, nú með spólunni, þá þurfum við að kunna, eða skilja þessar 2 formúlur sem eru hér. XL-ið hérna, þess að er reiðstöðunarsviðna spólu við einhverja tíðni, 2 sinnum pi, sinnum þessi tíðni og sinnum henryin. Og marktíðnin, þar sem hún er jafnstór viðnáminu, það er FO, það er bara viðnámið deilt með 2 sinnum pi sinnum henryin. Hérna. Þannig að þetta tvennt notum við þegar við erum að búa til þessar filtera. Þessar eigin tíðnir ásir, eða filterar sem filtera ákveðna tíðnir í gegn og hleypa ákveðin tíðnir út og aðra fara til jarðar og allavega. Við skulum aðeins kíkja á hvernig við mælum spólu og viðnám áður við byrjum, svo það sé alveg á hreinu. Já, við skulum bara mæla þessa spólu. Hér er svona spóla frá Flemming. Þetta er svona bara plasthylki sem er vafið með mörgum vafningum hérna, við sjáum hérna vafningana. Og kveikjum hérna á mælinum. Við mælum bara þessar 2 víra hérna sem eru inn í spóluna hérna, svona. Og hér sjáum við núna á mælinum, við komum að tala. Þessi spólan er 41,8 millihenry. Ok, svona mælum við spóluna. Og hérna er svo viðnámið. Kveikjum á mælinum hérna. Það bara venir í ómæling. Og hér sjáum við að viðmálið er 2190 ohm. Við notum bara cirka 2K. Viðnámið er bara R ohm í ohmum. Og spólan hérna. Spólan hér. Hún er stafinn L, er í henryum og H. Ok, þá erum við allt á hreinu. Það er að fara að búa til síu. Takk.